Þá höldum við áfram hér á þessum bæjarstjórnarfundi. Næst komið að þriðja lið, Melgerðisás, deiliskipulag. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf tekur til máls. Níundi liður í fundargerð skipulagsráðs frá 18. maí síðastliðnum. Deiliskipulag Melgerðisás og Skarðshlíðar var auglýst frá 13. september með athugasemdafresti til 25. október 2017. Samhliða var auglýst breyting á aðalskipulagi Akureyrar 2005-2018, breyting á suðurhluta Hlíðahverfis og breyting á íþróttasvæði Þórs. Deiliskipulaginu hefur nú verið skipt upp í tvær áætlanir, Melgerðisás og Skarðshlíð A-hluta sem nær yfir Melgerðisásinn og neðri hluta Skarðshlíðar og B-hluta sem nær yfir kastsvæði. Skipulagsráð samþykkir að skipulagssvæðinu verði skipt upp í 2 skipulagssvæði, A- og B-hluta, og deiluskipulagi B-hluta verði frestað. Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að deiluskipulagstillaga fyrir A-hlutan þannig breytt og breyting á suðurhluta Hlíðahverfis verði samþykkt og sviðsstjóra skipulagssviðs falið að annast gildistöku hennar samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010 með síðari breytingum. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf hefur lokið máli sínu, orðið laust. Þar sem að enginn hefur kvatt sér hljóðs, þá skulum við ganga til atkvæða. Þau sem geta samþykkt tillöguna vinsamlega skifið merki. Tillagan er samþykkt með 11 samhljóða atkvæðum.